Ívar, tap fyrir Svartfjallalandi í dag. Hvernig svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Ég bara stoltur af stelpunum. Mér fannst við vera að spila svona stóra hluta leiksins mjög vel og vorum agaðar en svo bara þegar þreytan fór að koma þá fórum við að tapa alltaf mikið á boltum og það útskýrir þennan stóra mun. Ég meina maður hefði það verið frábært ef við hefðum náð að halda þessu í undir 10 stigum alltaf leikinn en það tapaði boltar bara urðist valdandi að þetta var stærra en hefði átt að verða. Þetta var alveg leikur alveg í svona 25 mínútur í raun og veru. Hvað finnst þér að vera aðalega töpuðu boltanum þar sem að? Já, við töpum boltanum í þriðja leiknum í dag og það er bara, við vorum þær eru gríðarlega sterkar í kringum teginn og öflugar og það tók á þessi vörn sem vorum að spila og vorum að spila maður og mann. Við höfum oft þurft að flýja í svæðisvörn, við þurftum þess ekkert á móti svona sterkur liði. Þetta eru 2 WNBA leikmenn sem að spila þetta inn, Dublivits stóndar númer 10 og hún var okkur svakalega erfið og rosa góður leikmaður og þannig að bara baráttan og orkan, hún verði þess valdandi að við fyrir að tapa bolt. Þetta er eins og þú segir, þetta er mjög sterkt lið sem við erum með inn í dag sem spila á móti. Sérðu mikla framfarir núna í þessum eða við ætlum í síðustu verkefni? Já, ég sé gríðarlega framfarir og við erum miklu meira að gera hlutina rétt. Við erum að spila körfubolta. Þetta er ekki eitthvað bara við þurfum að hitta þrista til þess að eiga séns í þessu stóru lið. Við erum að spila almennilega körfubolta. Við erum agaðir í sókn, við erum að sækja inn, við erum að spotta vel upp og þetta var bara mjög jákvætt. En við erum náttúrulega í sóknarlega vorum við dálítið háðar Hildi og Helenu og þær voru frábærar í dag og eins og mér fannst eiginlega allar í liðinu standa sig vel en við erum dálítið háðar því að þær tvær séu inn og sóknin okkar datt rosalega niður þegar við þurftum að hvíla þær. Framundan ferðalega til Slóvakíu. Við höfum ekkert sérstaklega góðar minningar þaðan. Hvað þurfum við að gera til þess að koma allavega heim með aðeins betri minningar? Já, í leiknum sem við vorum að spila þar þá náttúrulega vorum við bara með nýtt lið í höndunum og vorum að gefa ungu stelpum séns í þeim leik og óþarflega stórt tap. Það var sami, við vorum að tapa dálítið boltum þar og núna erum við komin með meiri reynslu og Emilía kemur örugglega aftur inn eftir meiðslin sem hún hlaut á æfingu hjá okkur og hún styrkir okkur líka varnarlega og sóknarlega. Hún er fljót og hún er grimm í vörn og þannig að það kemur svona auka kraftur með henni líka og þannig að eins og ég segi það var margt mjög jákvætt en auðvitað er alltaf sárt að tapa boltum. Við vorum búin að segja fyrir leikinn að við myndum tapa mörgum boltum að þá er þetta erfitt og það er raunin.